Halló, velkomnir og velkomin í Bíóbílinn. Það Arnór Heimir Knútur með ykkur hér á ferð. Og í þetta skipti fórum við á myndina Harry og Heimir, Morð eru til alls fyrst. Hér í bíóhöllinni á Akranesi. Eftir stórmyndina, Divergent. Lélegustu mynd sem við höfum farið á hingað til í bíóbílnum, Divergent. Þegar bara að gleyma nafnum og svona. Söguþráður. Já. Á ég kannski að sjá það maður? Já, endilega. Svo fjallaðum við Þegið yfir. Nei, ég vissi ekki með þessu. Allavega. Við fylgjumst með ævintýrum Harry og Heimir sem gefur garðinn grænan. Það skræður grænir. En við gefum garðinn frægan í útvarpsleikritum svo sýndur, ekki sýndur, spilað á Bylgjunni fyrir mörgum árum. Það gengur vel, Já, ég veit. Vill líka taka við það? Ég algjörlega klúður. Já, ég Þetta alltaf leið, haltu bara áfram. Ég skal taka við bara. Allavega eins og við erum búin að segja, þetta Harry og Heimir og þeir sem hafa hlustað á útvarpsleikritin náttúrulega vita það hvernig þemað í myndin Þetta er svona ráðgáta og það fullt af bröndurum. Myndin brýtur meðal annars fjórða vegginn og fyrir þá sem vita ekki hver fjórði veggurinn að þá það í rauninni að hafa samband við áhorfendur beint. Tala í rauninni og svona brjóta blekkingunni að þetta sé einhvers konar kvikmynd eða útvarpsleikrit. Þeir svona tala bara beint við þann sem að fylgjast með. Sem að þeir nýta mjög vel. Allavega, söguþráðurinn hann í rauninni fjallar það að Diana Klein, náttúrulega þeir sem hafa séð trailerinn, við reynum að fara ekki of mikið út í söguþráðurinn en svona aðeins að hún Diana Klein kemur til Harry og Heimirs á einkaspæjarstofuna þeirra og biðja þá að rannsaka eitt mál sem að tengist í rauninni svona mið Íslandi, ekki grín hópnum heldur svona miðjunni á Íslandi, svona hálendinu á Íslandi. Þau eru sendt upp á hálendið að heyingnípu sem í eystra raskati og til að kanna ástand föður Dianu Klein, Sigtryggar Klein. Leikinn af Þresti Leó. Þresti Leó leikur hann, Og þeir fara að rannsaka málið. Þetta basically Harry og Heimi að leysa. Og það basically verið að taka söguþráð frá eina gömlu útvarpsþáttunum, það að segja af Harry og Heimi. Þetta sko, þið getið kveift diskana og hlusta á þáttinn sem einmitt með sama plotti, sko. Þetta í fyrsta skipti sem að ég sé eitthvað sem tengist þessum persónum, Harry og Heimi. Ég hef aldrei séð neitt áður en mér finnst þetta rosa góð mynd. Ég hef hlustað á alla útvarpsþættina, þetta hreint gull, sko, og það mjög gaman að sjá þá breyta útvarpsþættina yfir, að færa það yfir á hvíta tjaldið. Hvað skal ég segja, af hverju mér finnst þessi mynd góð? Það að mér finnst hún velgerð, mér finnst búningarnir flottir og mér finnst alveg frábært hvað hún tekur sig sjálfa ekki alvarlega. Og hvað húmórinn, við höfum talað svolítið mikið um þetta, hvað húmórinn svona hreinn. Það að segja, það þarf ekkert endilega að vera eitthvað rosa dónalegur til að vera fyndinn. Og þessi mynd sannar það er alveg hægt ennþá. Þú veist. Það alveg hægt að gera fyndnar myndir án þess að það sé sagt tipp eða píka, skilur. Það þarf ekki að tala spök eða, nei, ekki spök. Sköp og getnaðarlimi, það þarf ekki að tala það. Eins og við sáum trailer fyrir 1000 Ways to Die in the West, eitthvað svoleiðis. Með Seth MacFarlane og hann mjög mikið með svona dónalegan húmór, þannig séð. Lýsir svolítið kannski þessum húmór sem að fylgir þessari klámkynslóð okkar, þú veist, sem að svolítið mikið hluti af til dæmis Family Guy og endalaust af fleirum svona. En þessi mynd finnst mér alveg frábær af því að hún sannar það að það hægt að vera fyndin án þess að, þú veist, þurfa að vera rosa klámfengin. Svo þetta líka barnamynd, svona eiginlega. Þetta alltaf fjölskyldumynd. Þetta fjölskyldumynd. Þetta fyrir alla fjölskyldunum, þetta ekki bara fyrir börnin, þetta líka fyrir foreldrana og náttúrulega aðalega fyrir þá sem að kannski höfðu gaman af upprunalegu útvarpsleikritunum, sko. Og þeir ná að skapa mjög góða stemningu og þetta einmitt sett í svona eitthvað ákveðin tímaramma, þetta sett svona kannski svona kringum 1900 og ég veit ekki, 50. Þetta svona noir stílinn, sko. Þetta svona... þetta akkurat noir eins og heitir. Þetta svona að vera vitni í það og það mikið notað svona green screen. Og sko, ég ætla að leyfa mér að segja að Karl Ágúst Úlfsson snillingur. Hann skrifaði handritið að þessari mynd og það í hlénu á myndinni, þá hlé í myndinni, það ekki, myndin stoppar ekki í bíónu, það bara... Það bara eins og þú sért á tökustæðinum. Og þeir að taka hlé á tökustæðinum, það mjög fyndið. Þú veist, þú getur skellt þér
í burtu á meðan jafnvel, sko, eða, þú veist, hort á, þú veist, þú ræður. En við mælum með því að horfa á það er frekar skemmtilegt. Að þetta er svo nýtt, þetta er svona nýtt fyrir bara í íslenskum kvikmyndum. Gæti breytt íslenskum kvikmyndakúltúr. Ég meina það væri frábært ef allar íslenskar Heimir breyttu íslensku kvikmyndakúltúr. Nei, ég meina það væri svo frábært að sjá fleiri myndir sem að notfæra sér þetta og því að við erum svo eitt að fáu löndunum sem að ennþá með í rauninni svona hlýja myndum. Þeir brjóta fjóða veggina, þeir leika sér með útvarpsleikjum og þeir auðvitað leika sér með myndina. Þetta er bara svona annað branda. Já, þessi mynd er rosa frumleg og það kemur á óvart hvað hún er í rauninni fyndin og góð af því þetta er náttúrulega íslensk kvikmyndagerð það hafa verið litlir peningar og svona en þessi mynd gerir svolítið grín af því sem ég veist alveg æðislegt. Hún er það meðvituð sko, hún er eiginlega í rauninni að gera ekki bara grína sjálfri sér, heldur fleiri svona íslensku myndum sko. En samt er hún alveg frekar flott, það er svona myndin svona veit hvað hún er, svona ódýr svona fjölskyldumynd og hún leikur sér með það. Hún sumir brandarnir svona snúast það, hversu ódýr þessi mynd er og það er mjög fyndið. Og þessi mynd, húmórinn í henni er rosa steiktur. Þetta er rosalega steiktur. Það er mjög steikt mynd, það er góð lýsing á henni. Einmitt í það er eitt karakter í myndinni sem segir... Við höfum ekki að segja allt mikið en hann segir svona í rauninni, hann segir ákveðna setningu og það einhvern veginn svona lýsir myndinni svolítið vel. Og hún kemur allt bara upp úr þörfu, sko. Þannig ef þú fílar ekki steiktan húmór eða ert ekki opinn fyrir svona klikkuðum húmór þá mælum við ekki með því en þú veist, við þetta er svona okkar húmór sko, þetta er fullkominn okkar húmór. Svona pínu kjánahúmór í rauninni líka. Pínu kjánahúmór, mjög steikt og... Mjög gott að sjá hreinan húmór gerðan vel í rauninni. Þetta eiginlega heldur bara vel í anda þáttana, fannst mér. Og gefur mig það með þess að gott betur. Mér langar líka að segja að mér fannst leikararnir allir standa sig frábærlega. Mér fannst, og ég ætla að koma með smá svona yfirlýsingu sem að, þú veist, það þurfi ekki allir að vera sammála mér, en mér finnst Sigurður Sigurjónsson vera bara einn besti leikari Íslendinga. Svo bara Siggi Sigurjóns, hann er algjör snillingur, sko. Og Karl Ágúst Úlfsson er líka skemmtilegur, Ólafur Darri er frábær, sem þessi... Sem Ísólfur. Ísólfur. Þröstur Leó er alveg magnaður, ótrúlega fyndinn, hann leikur svo föður karakter sem heitir Diana Klein. Það er eiginlega uppáhaldskarakterinn minn í þessari bíómynd. Diana Klein, hún er svo sexy. Ó, Diana. Ó, Harry. Ó, Heimir. Og svo voru Ingvar E. Sigurðsson og Hilmi Snær og Latti og fleiri, allir standa sig alveg frábærlega, sko. Örn Árnason, ekki má gleyma honum, hann er alveg frábær líka. Það er líka gaman að sjá hérna út, þetta er náttúrulega byggt útvarpsleikritum og þá voru þeir alltaf að leika öll hlutverkin og þó að þessi ekki gert að kvikmynd núna, að þá leika þeir ennþá helling af þá leika þeir ennþá alveg helling af hlutverkum þeir sjálfur, þeir eru ekki að fá kannski, þeir eru með helling af fólki á baku sig en þeir eru ennþá að leika ákveðna karaktera. Og líka eitt svona Sigga Sigurjóns karakter, ég ætla ekki að segja hver hann er en hann svona poppar upp og það er mjög gaman að sjá hann. Það er rosa gaman. Já, akkurat, bæði Örn Árnason, Sigurður Sigurjónsson og Karl Ágúst Úlfsson leika svona nokkur mismunandi hlutverk. Örn Árnason leikur sögumanninn en hann leikur líka illmennið. Þannig að, já, það er mjög gaman að fylgjast með þeim, taka að sér þessi hlutverk og þau gera það vel. Og við mælum með að fólk horfir á trailerin ef það hefur ekki séð nú þegar. Þó að það sé náttúrulega fullt af bröndurum í því sem eru líka í myndinni. Að ef þú kannski, við erum búin að horfa svolítið ofta undir á trailerinn því við erum búin að fara svolítið oft í bíó. Dálítið oft. Þetta er 9. þátturinn en allavega nei, 10. þátturinn, já. Já, þetta er 10. þátturinn. Hey! Köku. Grand Budapest. Höldum áfram bara. Þessi mynd er svo terta, sko. Og mjög góð að bragðið, sko. Þegiðu, Heimir. Þessi mynd. Ok. Heimir. Hvað, eigum við að segja eitthvað meira? Sko, ég veit það ekki. Myndatakan finnst mér skemmtileg. Mjög mikið af nærmyndum af munnum. Það er mjög fyndið. Eigum við að gera eftirherma því hérna? Nei, kannski best að stoppa því. Og lýsingin finnst mér góð. Já. Og já, þetta er bara mjög frumleg mynd. Tæknibrellurnar, þó að séu ekki rándýrar og þá virka þeir í þessari mynd. Já. Það er mitt eitt atriði það sem er eiginlega það er svona gekk grína eftir að því hversu ódýr þessi mynd er. Og þetta hafa eitt fyndnasta atriði í myndinni. Já. Þessi mynd er mjög var við það og þeir leika sér þetta með það. Það segir meira að segja einn karakter í myndinni, djöfull er þetta steikt. Þú veist. Það þýðir að myndin er steikt. Þannig að, en þess vegna mælum við með henni.
Já, þetta er bara með þeim betri íslensku kvikmyndum sem ég hef séð. Allavega fyndnasta íslenska kvikmynd sem ég hef séð, allavega sem ég man eftir, sko. Þó að náttúrulega maður man eftir, sko, Stellu í Orlofi og einhverjum svona gamlu myndum, að þessi hún er eiginlega betri. Og hún heldur svolítið á lífi þessum hreina húmor, sko. Ég hef saknað svolítið þessa húmor, sko. Af því maður horfir á trailera í bíó og þetta er allt eins. Þetta er allt sama grínið. Og maður er svona farin að, ég var farin að missa trú einhvern veginn á grínmyndum. Og þessi mynd heldur því svolítið á lífi fyrir mig, sko. Mér fannst hún alveg frábær þessi mynd. Þannig að, já. Eigum við að slúta þessu bráðum eða hvað hefði meira að segja? Annars byrjar ég bara einhvern veginn. Kannski gaman að sjá þessa reynslubolta, Karl Ágúst Úlfsson og Örn Árnason og Sigga Sigurjóns. Þetta eru náttúrulega menn sem þið þekki úr Spaugstofunni og gamal reyndir leikarar, en þeir eru ekki dauðir úr öllum æðum. Þeir eru ennþá snillingar og ennþá frábæra leikarar. Það er mitt leiksturinn, hann er Bragi Þór og hann hefur leikstýrt sveppamyndunum. Sveppi og Villi og töfraskápurinn og allt þetta, hann leikstýrir þeim og þá ef maður hefur séð þær myndir að þá svona sér maður ýmislegt eins og með ákveðna tæknibrellur og svo annað. Hann er mjög góður í að notfæra sér svona mjög einfalda hluti, þessi leikstýri, Bragi Þór. Ég get sagt að þessi mynd bætti upp fyrir hina myndina. Rækilega. Einhvernir? Já, ég byrja bara. Sko, ef mér minnir rétt þá gaf ég Lego Movie 9,2 og ég mun gefa þessari 9,3. Bara á því að hún er vel skrifuð, hún er var það hvað hún er. Hún gerir góða brandara, ég meina frábæri leikari eins og við erum búin að tala hérna. Það eru fáir gallar. Einu gallarnir sem mér dettur í hug eru rauninni kannski brandararnir því að sumir brandarar eru ekkert, það er ekki mikið af þeim en sumir svona kannski taka það eins úr svona hláturfílningum, sko. Og líka kannski ef þú horfir á myndina það oft að þá veistu hverju brandararnir eru. En annars, 9,3 frá mér og ég bara segja endilega kíkið á hana. Ætlar þú eða ég? Ég skal byrja. Í þetta skiptið. Mér finnst rosa erfitt að gefa henni einhverna því mér finnst alveg frábært þetta framlag bara til íslenskrar kvikmyndagerðar. Þannig að ég hafði svolítið freistandi að gefa henni mjög háa einhvern út af því. En ef ég á að gefa henni einhvern bara sem, þú veist, sjálfstæð mynd, þá, sko, ég náttúrulega er bara búinn að sjá hana einu sinni og þegar maður er búinn að sjá hana einu sinni þá kann maður náttúrulega alltaf brandarana, þannig spurning hvernig hún er þegar maður horfir hana aftur. Í augnablikinu ætla ég að gefa henni 8, bara 8. En það er samt mjög, mér finnst það mjög góð mynd, ég ætla samt 8 bara. Já, þetta var góð útfærsla yfir á Hvítatjaldið. Það var bara, stundum voru brandararnir svona, það er ekki nógu svona hraðir, þeir komu ekki nógu svona hratt og tímasetningin og svona klippingin á svona bröndararnir voru ekki það svona, þú veist, ekki réttir, þannig séð. Það, þú veist, kannski smá betri klipping hefði bjargað bröndunum, það er alltaf að skjóta bröndunum af manni, þú veist. Hvernig þessi húmorinn í þessari mynd virkar þannig. Það er alltaf eitthvað, þú veist, ef ekkert fyndið gerst, þá kemur Heimir og segir, þú veist, það má svo spökulara. Já, má svo spökulara, eða þú veist bara, spökulara? Eða kemur einhvern orðabrandari eitthvað, þú veist, eins og í útvarpsþáttunum, en þú veist, með við það að, þú veist, þessi mynd áttu að, þú veist, bara Harry og Heimir, myndin, þú veist, þá stóðum svo mjög vel, samt, en sko, kannski þetta bara ég en að hlusta alla þættina og svona og ég svona mjög, þú veist, þetta er aldrei svona prediktor hvernig, þú veist, hvernig bandar þeir að gera sko, en ég kunni samt alveg að meta þessa mynd og það var mjög gaman að sjá hvernig við leikum sér með, þú veist, það að leikum sér með kvikmyndaformið, þannig að þeir gáttu gert ennþá fleiri brandara og nýja brandara eins og með hléatrið sem þið nefnduð á hann. Það er mjög byltingarkennt, svona. Já, þú veist, þannig sé, en upp að grína ekki, þá var það bara mjög góð mynd, mjög gaman að sjá alla leikana, þú veist, leika þessa karakter sem eru lánaðir úr þáttunum og eins og, þú veist, Jessica Ólafur þar, hann var mjög góður sem Ólafur þar var frábær. Ísólfur, minnum mig. Já, Ísólfur, alveg. Ísólfur. Þetta var ekki góður brandari. Þetta var ekki góður brandari. En já, ok, áður en þú gefur einhvern, ég verð að breyta einhvern í. Þú veist, ég gaf henni 8 en, þú veist, bara að því mér finnst það svo svona refreshing mynd í íslenskri
kvikmyndagerð þá verði ég bara að gefa henni meira. Ég ætla að gefa henni jafn mikið á Grand Budapest Hotel, 8,5. Ég læt það standa. Þetta bara, þú veist, já. Ég var rosa sáttur. Já. Svekkjandi og ég ætla að gefa það sama einhver sko. 8,5. Já, ok. En já, sem aðdáandi útvarpsleikritana þá kunni ég vel að meta þessu mynd. Ég mæli sterklega með ef þið eru einmitt aðdáandi útvarpsþáttana. En einnig ef þið viljið horfa á góða fjölskyldumynd. Það segja með húmor sem hentar bæði börnunum, þú veist, hún er barnvæn, en þú veist, hentar líka enda fullorðna fólkinu. Hentar líka eiginlega með þessu okkur. Eins og við leikum við, það gerir góða fjölskyldumynd. Ef allir geta að horta á hana. Líka foreldrarnir. Þú veist, sama á ekki við hasamyndi, það bara einhvern veginn, þú veist, svo regla þetta, það var með flesta aðra, þú veist, þannig að gerði það myndum, en ég meina, það er samt alveg fyndið að segja það. Barnvæna hasamynd. Ég mun sko taka lífið úr þér, vondi kall. Bam, bam, bam! Pæng, pæng. Þegið heimur. Já. Nei. En já, 8,5. 8,5. Þá hérna, hvað? Kveðum við hérna frá Akranesi. Já. Og við mælum bara með þessari mynd. Næsta myndband okkar verður líklega The Amazing Spider-Man 2. En eins og, nema ef við finnum einhver aðra. Einhver aðra, tíðinni. Kannski The Other Woman eða eitthvað. Ó já. Kannski, við, þú veist, ef við höfum í fílingi fyrir þá mynd, þá kannski horfum við á hana, bara það eitthvað svo illa um bara að tala um hana. Við ætlum að fórna okkur fyrir ykkur. Sko, við getum farið á hana til að bera hana saman kannski við þessa myndi út því að það er svo rosalega öðruvísi ólíkur húmor í þeirri mynd. Það er meiri svona kyn-tengdur húmor. Þetta er svona vinkonumynd, algjört. Við erum sko vinkonur. Vinkonur, við erum vinkonur, já, ok. Þegiðu, Knútur. Þegiðu, Heimir. Ætlarðu að breytast í kvöld? Þegið þú! Þegið þú! Þegið þú! Herru, já. Þetta myndband enda vel. Hver ætlar að slaka? Á ég? Hvað er fjárstrengin? Nei, já, það, viltu geta með stæla eða? Nei. Ég nenni ekki. Ég er kannski búinn að klippa þetta myndband en hérna. Já, kannski. Líklega. Ekki klippa þetta! Já, núna þarftu ekki að. Þið verða að slaka hún. Ok, fínt. Bye.